varla tala neitt annað en Óskarinn þessar myndir og þið hér á Amtsbókasafninu, ja, þið eru líka mjög upptekin af Óskarsverðlaunamyndum þessar myndir. Jú, við eins og mánaðarlega eða reglulega þá höfum við ákveðið þema sem hjá okkur. Það eru myndir sem eru þá ódýrar, kostar þá einungis bara 100 kall, ólíkt annarkvort 400 krónum eða 200 krónum hjá okkur. Og við hefum svona þema í hverju mánuði og akkurat þennan mánuðinn í tilefni af Óskarsverðlaununum þá erum við með sem sagt þemað Óskarsverðlaunamyndir núna og það eru myndir sem hafa hlotið einhver Óskarsverðlaun í gegnum tíðina. Og hvaða myndir hafa svona verið vinsælastar hjá ykkur? Sko, það eru eins ólíkar og eins og margar myndir eru. Við erum til dæmis með þessa hérna, Silence of the Lambs, sem var svolítið kvöld vinsæl og svona einlega fyrsta svona hálfpartinn hrollvekjan spennu sem vann verðlaun og leikararnir unnu og handritið og leikstjórinn. Hún vann komplett, vann allt. Svo Juno hérna, hún svolítið tekin hugljúf mynd sem hefur verið tekin og svona í gegnum tíðina jafnt. Svo erum við með King's Speech sem nýlega vann til verðlauna, helstu verðlaunina og hann svolítið vinsæll hjá konunum, Ann Colin Firth, þannig að hún hefur verið svolítið tekin. Já, ég sé það að nóg að taka og það að nóg að taka bara hreinlega í deildinni hjá ykkur. Þið eru með gríðarstort og mikið safnina. Já, við erum með svona á 4.000 mynddiska, 3-4 mynddiska og þeir eru á öllum sortum og gerðum. Aðal, kannski stærsti hlutin kannski eðlilega á ensku, en svo erum við með alveg þrælfínt safn af myndum á Norðurlandamálunum og frönsku, spænsku, ítölsku, þýsku, jafnvel hollensku, tékknesku, rússnesku, við erum með indverska myndir. Við erum bara með þokkalega gott og fjölbreytt safn hérna hjá okkur. Er þetta eitt stærsta kvikmyndasafn, bókasafna á landinu? Ég myndi segja það að þetta væri kannski eitt af því stærsta, svona einhvers staðar á toppnum, ekki samt það stærsta á landinu. En kannski að þetta stendur mér nærri að þá samt sem áður get ég alveg fullyrt eða sagt það að þetta sé eitt af besta, hvað úrvalið snertir. En það ekki líka þannig að bókasöfnin eru svolítið farin að taka við hlutverki gömlu góðu myndbandarlegnanna? Jú, maður bara sér eins og fréttin hafa verið síðustu misseri að vídeóleiðnar að hætta. Og ef ég man rétt þá bara þessi eina eftir í bænum. Svo það við, þannig að mörguleyti eru bókasöfn farin að taka við. Og það hefur þróast svolítið út í það í gegnum tíðina að bókasöfn eru ekki lengur bara bókasöfn heldur söfn fyrir gögn og fólk og kannski fyrir að fókusa svolítið meira á það núna síðustu misseri. Úrvalið allavega greinilega nóg hér á Amtsbókasafninu í kvikmyndadeildinni. Svona að lokum, einhver mynd sem að þú mælir virkilega með? Sko, ég á mín uppáhöld og í gegnum tíðina sem ég tel vera bestu mynd allra tíma og allt það. En ég hérna með myndi sem ég held svolítið mikið upp á. Það annars vegar Edward Scissorhands sem hérna. Ég sá bara hell í stafir, ég dýrkaði þessa mynd, alveg yndisleg. Og mynd sem að Tim Burton leikstýri, hann einn af mínum uppáhalds. Og svo náttúrulega það besti leikari allra tíma, hikstalaust Cary Grant í þessari klassísku grímmynd frá 1939, His Girl Friday. Þetta algjör snilld. Þetta eru myndir sem hefðu átt að fá Óskarinn? Þetta eru myndir sem hefðu átt að fá Óskarinn, já, algjörlega hikstalaust.